Ráðherra, Egill fundarstjóri og skólabróðir, kæru gestir. Það stórkostlegt að vera með ykkur hér, vita það að 450 manns skráðu sig á þennan fund og sjáandi þessa breiðu fylkingu sem hjá okkur. Dásamlegt. Ég fann að nota hérna atvinnubyltingar kóðan hérna. Þetta nánast, eins og þið sáu í upphafi, þá fór kerfið af stað með því að það las innihald þessa fundar og ég ætla að skríða áfram. Mér langar til þess að opna fundin á spjalli atvinnubyltingu og umbreytingu. Við reynum að halda öllum fyrirlestum mjög stuttum þannig að þetta verður ekki endanlegt eða tæmandi, en ég opna það og svo koma þessi góðu félaga mínir hér á eftir og kannski bæta inn í myndina sem að við erum að sýna ykkur. Veruleiki okkar á Íslandi, og ég þakka ráðherra fyrir brilljant ræðu áðan, þetta sá að við erum einstök löskuþjóð í gjaldeyrishöftum. Við þurfum að efla framleiðnina, fjárfestinguna, styrkja atvinnulífið og nýsköpunina og aftur þakka ég fyrir þá trú og þá tiltrú sem að ráðuneytið hefur á okkar stofnun. Við finnum sannarlega að blóð okkar renna til skyldunar og hjarta okkar slær sannarlega fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir frumkvöðla. Við erum til fyrir íslenskt atvinnulíf, við erum til fyrir frumkvöðla landsins og við erum til fyrir framtíðina. Við erum svolítið sérstök stofnun, ég vil að sýna ykkur á eftir, í bara lítilli mynd, en við horfum í kringum okkur og sjáum að það er að gerast ný atvinnubylting, ný iðnbylting. Svona erum við sem stofnun. Sjáum þið skalan, sjáum þið hitamælinn sem fer frá 1 til 9. Við tökum kannski gjarnan við grunnrannsóknum úr háskólunum okkar, góðum háskólum. Við förum yfir í hugmyndir af notkun, við tölum staðfesta eitthvað í tilraunaumhverfi, við skoðum hagnýtarannsóknir, við hækkum, hitinn hækkar. Endapunktur þessa framleiðslustig, einhvers staðar sem að vara sannreynd á markaði og við sem nýsköpunarmiðstöð erum sérstaklega mikið á þessum skala, kannski 2 til 9. Svo við erum að þessu leyti til ólík háskólunum, við förum lengra með hlutina og við sækjumst eftir í að vinna með þeim og öðrum frumkvöðlum við að búa til vöru til þess ráðherra að bæta stöðu okkar í gjaldeyrisöflun. Erum við byltingasinni? Já, við erum byltingasinni. Við erum stofnuð 2007 á sterkum rótum rannsókn og atvinnuþróunar og þá spyr ég svona aðeins, hvar erum við þá í sögulegu samhengi? Skoðum aðeins þessa iðnbyltingar sögu örstutt. Spuna-Jenny í Manchester 1770 og þá verður atvinnubylting vegna þess að það voru uppfinningar sem að vörðuðu leiðina. Það urðu til einkaleyfi sem vörðuðu leiðina. Hvað er að gerast á Íslandi? Skúli blessaður fógeti með jarðræktartilraunir. Hann að vinna brennistein, ullarverksmiðju, litun, kalagerð, skipasmiðar og útgerð. Í raun og veru telst Skúli samt ekki hafa verið hluti af iðnbyltingu. Það er mjög merkilegi hluti sem áttu sér stað í innréttingunum hjá Skúla fógeta. Svo kemur James Watt, skotinn, hér fyrir sunnan okkur. Hann endurbætir uppfinninguna og hann gat keyrt spunavélar á gufu og hann 1784 fær hann einkaleyfi á gufuvél. Svipað leyti hérna heima laki að gera okkur lífið óbærilegt. Svo kemur seinni iðnbyltingin. Það verða framfarir í efnaúrvinnslu, það verða framfarir í olíuvinnslu, uppfinningu sprengirheyfilsins. Það oft miðað við 1850 og þegar ég var að búa þetta erindi þá fann ég þessa frábæru mynd frá Ludwigshafen í Þýskalandi 1881 og ég hugsaði hvernig spegla ég þarna heim. Já, það er ekki fyrir 54, 22. maí sem að menn ræsa áburðarverksmiðju í Gufunesi. Síðan ef ég held áfram íslensku spegluninni þá kannski gerist þetta á Íslandi á tímabilinu 1900 til 1900 fram að stríði. Það vélbáturinn Stanley á Ísafirði 1902. Það eru virkjanir í Hafnarfirði, í Elliðaánum sjáum við fallega frímerkið í Sogi. Það eru nýsköpunartogarar, það eru súpertogarar og það jarðvarmi
sé ótrúlega dásamlega uppgötvun og hagnýting hér á Íslandi. En það er dálítið merkilegt að þessar innbyltingar eru kannski þjappaðar saman í kannski 30 ára, 40 ára tímabil. Þangað til við sáum þriðju innbyltinguna. Uppfinningar í rafeindatækni, alls konar boðskiptum og örgjörfum, og það má miða þetta saman við uppfinningu smárans, transistorsins, og ég hef leyft mér að setja þarna inn bara sem dæmi fyrirtæki eins og Marel, Össur, Marorku, Stjörnu-Odda og Völku, en þetta gæti ég sannarlega fyllt af frábærum fyrirtækjum. Það rennur upp öld upplýsingatækni, það verður til þekkingaþjóðfélag og einkatölvur og boðskiptum veraldarvefinn fer af stað. Fjórða uppbyggingin er að renna upp, teljum við. Framleiðslan verður margfalt einfaldari, menn búa til nánast hvað sem er, með tiltölu ódýrum tækjum. Það verður til fyrirbærið Internet of Things, internet hlutana. Og það er ánægilegt að segja ykkur að MIT í Boston helgaði síðasta ár hinnu spennandi hugtaki internet hlutana. Og FabLab-væðingin okkar, sem þið heyri meira hérna á eftir, fjallar einmitt þetta internet hlutana og þessa nýju byltingu. Ég hef sett þarna CCP, ég hef séð Vanilluna, ég hef sett Stika og Nox Medical. Ég mætti bæta við Silverberg til að taka það allra nýjasta og svona get ég haldið áfram. Ég er vongóður að það sé að gerast hjá okkur fullt af fyrirtækja, stofnunum, þar sem að fjórða iðnbyltingin er að renna upp. Hugsið ykkur þetta. Ég ætla að gefa ykkur dæmi að nokkuð fyrirtækja á frumkvöðlasetrum okkar hafa þegar notað þessa aðferðafræði FabLabsins. Þarna sjáum við Hilmi Inga, frumkvöðul í Remake Electric. Hann heldur þarna á vöru sem hann er fann að selja allan heim. Og ég stóðst ekki máti og set þarna Halldór Axelsson, einn af FabLab gúrúunum okkar, sem hefur verið að vinna með þeim. Filosófían hjá FabLab er akkurat notuð í Remake Electric. Frosti kemur hér á eftir og Hugrún frá Fjölbraut í Breiðholti segja okkur miklu meira frá þessum þætti. En verkefni okkar, kæru vinir, kæru gestir, eru þetta mjög mörg. Sjálf formleg verkefni eru við 200. Við eigum rúmlega 9.000 samtöl og leiðsagnasamtöl á ári hverju. Við tökum þátt í klössum og ég ánægði að segja ykkur á því að Startup Energy er að fara af stað með Arion banka, Landsvirkjun, Clark Innovate og Georg og þarna voru á 7. tuginn af verkefnum sem við erum að meta núna. Við setjum auðvitað áhersluna á stuðningu frumkvöðla og setur okkar spretta upp. Við styðjum nýsköpun í starfandi fyrirtækjum og við erum fann að búa til svona voucherkerfi, ávísanakerfi, þar sem vinna sérfræðingar frá okkur ígildi verðmæta sem við gefum frá okkur. Svo kemur smá pæling í fjármálum okkar. Við erum auðvitað public-private stofnun. Við erum 40% kostuð af ríkinu. Hinu öflum við með alls konar sjóðsumsóknum og eilítilli sölu. Við fengum byggingariðnaðinn á Íslandi í fangið í kreppunni og afskriftir og varaáfærslur eru töluvert miklar. Dreggjar kreppunar segja til sín og bókfært tap árið 2013 er 1,7% sem má rekja til gjaldþrota skjólstæðinga okkar. Þetta er mjög leitt að þurfa að viðurkenna en svona er lífið. Basalttrefjar, ég skipt gír í spjallinu. Vitið að þessi staur hérna, gerður af steypudeildin okkar, undir stjórn Ólaf Vallevík, gerður af FabLab hópnum okkar, sérstaklega á Norðurlandi vestra. Þessi staur er búin til úr steypu sem heitir EcoCrete, sem er vistvænasta, kolefnislausasta steypa veraldar. Hún er styrt með basalttrefjum. Hún er styrt með trefjum sem er búin til úr basalti. Það er ekki ryðgandi járn þarna inni, það eru basalttrefjar. Mér langar til þess núna að biðja Þorstein Broddason úr hópnum okkar í Norðurlandi vestra. Hvar er hann, Þorsteinn? Þorsteinn, viltu biðja ráðherrann okkar, nú kemur FabLab-hugsunin, að kveikja á staurnum með símanu sínum, eða símanu þínu núna, og velja eitthvað fallegan lit á hann, til dæmis appelsínugula litinn.
Þetta bara Internet of Things. Þið getur verið að kveikja á ískápnum eða kyndingunni heima eða eitthvað. Vonandi heppnast þetta. Murphy frændi okkar frá Írlandi oft með í svona. Já, sjáu því. Ég var að klappa þessu. Internet hlutana og staurinn sem sagt úr Ecocrete. Má ég biðja Ólaf Vallevík að standa upp eins og klappa fyrir honum. Hans liði. Styrtur með basaltrefjum. Styrtur með trefjum sem eru sprautuð út úr basalti. Blágrýti. Ég kalli þetta stundum svona í anda eina spen blátrefjar. Við ætlum sjáu því hérna á myndinni hjá mér. Ég er með rúllu úr blátrefjaverksmiðju. Fyrst er hún hituð upp, brætt, rétta samsetningin af basalti, brætt, síðan sprautað í gegnum sturtuhaus með 800 hólum og eftir það verður stórið hana Álafossi, spunaverksmiðju. Og sjáu þarna neðst til vinstri, þar er einmitt dæmi blátrefjar nokkuð þykkar og veglegar sem búið að steypa saman í nánast blátrefja styrtar efni. Og ég þakka hér samstarf okkar við HR, ég þakka samstarf við jarðefnaiðnað í Þorlákshöfn, við Sintef og VTT og þakka stuðning frá Nordmín sem er Norræn stofnun Minerals. Það sem við fengum næsthæstu einkunn í umsókn okkar þangað fyrir nokkrum vikum. Þarna sjáum við hins vegar lengst til niður í hægra horninu. Þar hafa Einar Gunnlaugsson og Kristján Sæmundsson fest mynd af nornahári. Þetta er bara úr íslensku gosi. Náttúran hefur verið tilhneigingu, hún fer að framleiða basaltrefjar við þessar aðstæður. Og ég mátti til með að setja þessa mynd að inn með. Við erum að vinna að verkefni sem heitir Landsvarmi. Það eru hitaveitur sem byggja á varmadælum. Þið sjáuð að þarna höfum við merkt ákveðin köld svæði á Íslandi. Það sem að tæknin leyfir að hita upp híbýli með því að nota frekar lágan varma. Í Vestmannaeyjum til þess 8 gráðu heitan sjó til þess að hita híbýli. Þetta er að verða að einlega fyrirtæki. Þetta er svona public fyrirtæki að sumu leyti og við höfum verið að fá norræna viðurkenningu með stórum styrk til þess að vinna þetta verkefni áfram. Þið munu heyra meira Landsvarma og vonandi verður Landsvarmi Landsvirkjun framtíðarinnar, ekki í sama stærðarflokki en að sinna gríðarlega merkilegum verkefnum. Við erum að hjálpa, mjög stutt eftir hjá mér, hjálpa aðilum í Hveragerði sem taka við, íslenska skóga við, flytja inn járnsvarf frá stálverksmiðjum erlendis, köggla þetta, mjög skemmtilegt efni, þetta er svona litla fingurstærðir á kögglunum og þetta er dæmi nýja tegund hráefnis sem að nota má í kísiljárni, kísli og margs konar ferlum í stóriðju og ég held að þetta geti byllt í sjálfu sér stöðu þess að iðnaðurinn getur orðið enn grænni heldur en verið hefur. Ég nefni fyrirtæki Feng í Hveragerði sem að stendur fyrir þessu. Ein mynd að lokum, þetta er sérstök stemning hjá Dr. Gissuri. Hann er að skoða og hópur hjá okkur með góðum hópi og samfélaginu erum að skoða það að búa til textíl úr þara. Ég vonast þess að geta komið með bindi með lit okkar kannski úr þara eftir nokkra ársfundi. Kannski þeirri framtíð sem að ráðherra var að lýsa áðan. Tala nú ekki fallega kjóla og dressa. En þarna er þessi ótrúlegi hlutur að við erum að reyna að skoða textílhæfnina og skoða hvað þarf að gera við þaran til þess að hann hafi textílgæði. Bara dæmi. Ég geti haldið áfram og eitt öllum deginum ykkar. Við skulum njóta þessara dagstundar framöndan. Ég ætla að sjá miklu meira. Ég þakka ykkur innilega fyrir aftur. Góðan ársfund. Takk.